Ég ætla að sýna ykkur hvernig fara að því að stofna ykkur nýtt fyrirtæki inn í TOG. Við einfaldlega förum hérna upp í skrá og stofna fyrirtæki. Þá opnast þessi álfur hér sem að leiðir okkur í gegnum skrefin sem þarf að taka í áttina að stofnun fyrirtækis. Við smellum hér áfram. Við getum valið það að afrita fyrirtæki og fyrirtækjaskrá ef við eigum til dæmis önnur fyrirtæki úr TOG sem að reikningslyklarnir eru fínir og eitthvað sem við viljum hafa eins, eða við getum nota hér að afrita TOG grunnfyrirtæki. Við getum farið þá og valið hér í þessum grunnfyrirtækjum búrekstur, útgerð, verslun og þjónustu og verktakar. Við ætlum að velja núna verslun og þjónusta. Ég smelli hér á áfram, ég vel mér eitthvað auðkenni og gefi þessu fyrirtækja heitið, fylli hér út heimilisfang, póstnúmer, kennitöluna, símanúmer, netfang og svo framvegis og smelli hér á áfram. Bókhaldsár getur verið bæði frá janúar til desember og það getur einnig verið breytilegt. Það einfaldlega segi ég hér 01/10 sem er árið 2010 til 12/2010. Þá er ég með venjulegt bókhaldsár. Ég get sagt september til september og þá myndi ég bara segja 09 til 08 og svo framvegis. Ég get valið fyrir ás auðkenni ef ég á það til staðar, en við ætlum ekki að gera það núna. Ég set hérna inn virðisaukanúmerið sem fylgir fyrirtækinu, set hér inn veflykilinn, hér get ég slegið inn bankaupplýsingunum og ég smelli hér á áfram. Ég vel tegund rekstrar, sem skattskyldu lögaðili, ég ætla að velja það og ég get valið hvort ég vilji deildir í fjárhag eða nota gjaldmiðla eða bæði og síðan tengt fyrirtæki. Ég mæli með því að við höfum öll þessi högg sem er hér í. Ég get sett sérstakt lykilorð á hvert fyrirtæki því það getur verið mörg fyrirtæki, ég vil kannski ekki allir hafa aðgang að öllum gögnunum og hér get ég slegið inn einhverju öðru orði heldur en til dæmis TOG. Ég smelli síðan hér á áfram, þá er hér afritun úr þessu fyrirtæki sem við völdum, til dæmis í þessu tilfelli völdum við verslun og þjónusta og ég vil kannski bara hafa hakað í þetta allt, það er og þægilegt, þá tekur hún allar stillingar með og gerir allar stillingar eins og það eiga að vera. Ég smelli síðan hér áfram og þá er eina sem eftir það er að ég vil opna þetta nýskráða fyrirtæki, ég þarf þess ekki endilega, ég smelli síðan hér að ljúka og þá stofnar hún fyrir okkur allar skrár í samræmi við það fyrirtæki sem við ákomum að stofna eftir. Þetta tekur oft svona smá tíma og meðan hún er að koma þessum skrám fyrir. Og leið og það er komið, þá sjáum við hérna strax niðri, ég er komin inn í nýja fyrirtækið og ég sé hérna tímabilið 01/2010, 12/2010 sem ég valdi, auðkenni og hvað fyrirtæki heitir. Og nú er bara hægt að byrja til dæmis að færa í fjárhag og dagbækur og svo framvegis. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.